Palli á Flugumýri, sæll og blessaður. Sæll. Erst þú kominn til að fara á uppskeruhátíð eða? Nei. Er það? Nei. Ætlar þú ekki þangað? Nei. Nei. Hvað þið er ekki tilnefnd fjölskyldan sem ræktunarbú ársins í ár, er það? Nei. Erst þú með eitthvað útskýringu á því á takteinunum? Nei, það er farið eftir einhverjum reglum sem okkar bú passaði ekki inn í. Nei. Nei. En þið voru samt með hana fullt af ofsalega góðum hrossum, það er nú ekkert að minnast á hæstandi hest ársins? Nei, það er sérstætt að vera með langhæsta meðaltalið á sýndum hrossum í ár og hæsta hest í 600 flokk og hæsta hest yfir landið og hæsta hest á 700 flokk og er ekki á blaðinum, ég hef ekki rátt sárt, það er ekki tilnefndur á listanum. Nei. En svona er þetta bara. Já. Það er svona eitthvað einstaka menn aðrir sem vil líka vera á þessu lista held ég sem er ekki. Já, allir vilja vera á lista, það er heiður að vera á listanum. Það er bara viðurkenning fyrir það sem það er að gera. Það er ekki alltaf sem það gengur upp í þessu formi. Nei. Hvernig en ég er eina sem varðandi þessa reglu sem er í gangi að fjöldi sýndra hrossa hefur greinilega mikil áhrif í þessu vali og sumir bara eiga ekki nógu mörg hross til að detti niður þetta eins og við. Nei. Og aðrir eiga kannski sýnd eða fætt á árun einhver kannski 30-40 afkvæmi og er á listanum en kannski sín ekki nema 10. Ég er að botna ekki í þessu það hafa þetta bara fætt hross sem sagt það séu bara baki þessu vali séu fætt hross í hverjum árgangi og svo bara prósttala því. Hlutfallslegur árangur? Það er svona ekki að sé rétt niðurstaða en þetta er þetta fræla að hafa þetta svona. Hvað þetta varðar en ég stjórna þessu ekki. Nei. En nú hefur verið í haust svona, ég ætla nú ekkert að taka neina afstöðu til neins en það hefur svona verið umræður á milli hvað við segja, kynbótakerfisins og rættenda og svona, hvar svona stendur þú í þeirri umræðu, varðandi klárhrossin sérstaklega, varðandi þessi velun sérstaklega og svona, ég veit að þú hefur skoðanir? Já, ég er náttúrulega mikill alhliða hest áhuga maður og vil helst ekki rækta mikið af klárhrossum. Nei. Það er náttúrulega, við þurfum að halda í íslenska gæðingin í öllu sínu veldi. Já. Og ef einhverju vilja rækta klárista þá er það náttúrulega bara alveg öllum velkomið en það þarf ekki endilega að þýða það að alhliðarhrossin sé ekki eins merkileg. Nei. Sala í haust hjá ykkur? Nei, það kemur ekki norðum til að kaupa hross lengur. Þetta fer hérna fram á Suðurlandi. Ef það kemur eitthvað til landsins þá tekur hann bara stóran helgarpakka og þræðir þessi bú sem eru hér, það er svo mikið frambúð hérna. Þeir þurfa ekkert lengra. Og hvað gerir það menn eins og þú sem er með fullt af hrossum, góðum hrossum? Það er bara að fara í bankann og taka lán. Eða senda hestana suður eða? Já. Þetta mjagast allt. Við höfum ferðaþjónustunum sem bjargar okkur núna þetta ári. Já. En það er svo sem alveg sama, ef tilegstur alvöru hestur þá fer hann, sem hann er hjá mér eða öðrum. Það enda hann alltaf með því, þó að maður kannski selji hitt ekki neitt mikið þessi þægu sporthross. Þau þurfa helst að vera á markaðnum til þess að fari. Þessi bestu hross, þau selja sig sjálf. Þau selja sig alltaf sjálf og alveg saman hvar bestu hrossin eru, þau fara alltaf. Eitthvað eftirminnilegt svona frá landsmótinu eða frá sumrinu svona? Nei, bara svona, þetta var bara fínt landsmót. Eiginlega miklu betur að ég átti von á og stóðu svo vel allir þar. En ég minnist að eftir sumarið náttúrulega bara alltaf gleðilegt að fá alveg tölur á hrossin sín. Það er svona ánægjulegt hvað varðar hrossaræktina. Og hvað er framhaldið með eins og Hrannar? Hvar verður hann í vetur? Það er bara alltaf verið ekki hérna hjá hann í Eyrúnum bara. Hverju trimmi bara. Og ætlunin er komið eitthvað með hann fram eða? Já, eitthvað staðar. Bara fyrst svona eftir bara hvað er í boði. Nákvæmlega. Og mikið ungu efnilegu í húsinu hefur núna? Eyrún er búin að vera heima núna á Flugumýri
tók með sér 10 hross og við áttum 20 hross sem eru búið að gera reið það núna mánuði tæpum. Já. Öll 3 af 4. Já, og lofa góðu? Það er eitthvað notað í því eins og gengur bara annars staðar. Það er eitthvað skárið en annað. Já, nákvæmlega. Það er bara eftir að koma í ljós. Þetta er svona voðalega þægilegt að gera þetta svona saman og drífa þessi mál af. Já. Það verður tíminu fljótur að líða, þannig að það verður komið voru áður við vitum af og ég lofa að hafa þetta stutt. Já, þakka þér fyrir það. Þannig að bara takk fyrir spjallið og takk sömuleiðis. Og bara gangið vel. Sömuleiðis.